Sæl, blessuð, takk fyrir að koma. Sæl. Mér finnst þetta mjög spennandi viðfangsefni og hef skoðað þetta sjálfur, lærði sálfræði og hef líka pröfað þetta sjálfur en fór ekkert rosalega varlega, né eftir einhverju læknisráði eða neitt og það var kannski ekki einu sinni til almennilegt læknisráð hvernig átt að gera þetta sko og það var einhverju partíi þú veist og maður missir sér svolítið í því sko, það er ekki alveg umhverfið sem maður vill vera í. En þið voru að gefa út grein núna bara í ágúst sem sagt sálræna meðferð sem notar svona töfrasveppi eða og sæl og sæpin virka efni í sveppanum. Og eru þeir að virka á þunglindi? Eru þeir að ná að... Þetta er mjög áhugavert og hefur verið skoðað, þetta var fyrst skoðað í kringum 1950 og svo svolítið slögt á því að þetta var farið að flokka sem fíkniefni en nú er farið að skoða þetta aftur og núna svona síðustu ár er farið að birta svona almennilegar rannsóknir, gera almennilegar rannsóknir og í fyrra, bara seint 2021, þá kom út stærsta rannsókn sem hefur komið til þessa, það sem voru 233 einstaklingar og þetta var svona tvíblindu rannsókn, þannig að bæði fekk fólk annaðhvort lyfjaleysu eða psilocybin og mismunandi skammta og þar virtist sem sagt einn skammtur af 25 mg psilocybini ásamt stuðningi á meðan á því stóð og eitthvað þarna í kjölfari, það var að sýna góða svörun, það var svona kringu þriðjungur einstaklinga með svona meðferðar þrátt þunglindi sem hefur svarað illa meðferð sem að náðu... Aðrar meðferðir ekki að virka alveg vel á það eða búið að reyna það og gengur ekki alveg upp. Yfirleitt allavega að prófa 2 lyf áður og einmitt, það var svona þriðjungur þeirra sem að náðu á annarkvort bara bata eða jafnvel að þeir voru algjörlega ekki þunglindi lengur. Þannig að Og er þessi áhrif að virka lengur en svona venjulegar meðferðir eða önnur lyf? Því er það ekki svolítið stórt mál í þessu öllu að þú beitir einhverjari meðferð en svo dögur hann kannski ekkert rosa langan tíma? Akkurat, ekki spurning og það er eitthvað sem við ennþá vitum ofsalega lítið það er reyndar ein rannsókn sem hefur verið gerð í John Hopkins sem sýndi að það væru einhver áhrif jafnvel ennþá til staðar eftir 1 ár eftir 1 skammt af 25 mg psilocybini en það er svona eina rannsóknin sem liggur fyrir. Við vitum að í þessar rannsókn sem ég var að vitni í þá eftir 12 vikur voru áhrifin sem hefðu komið á 3. viku til staðar í 2/3 tilfella. Þannig að það virðist svona endast eitthvað en hversu mikið og af hverju endast ekki hjá sumum og svona það vitum við en þá ekki. Nei, ég mynd. Og þessar rannsóknir eru sérstaklega snúa þunglindi en það er búið að vera að rannsaka líka á öðrum sjúkdómum eins og áfengis síki eða hvað maður myndi kalla fíkni og þannig. Einmitt, alls konar áfengisvanda og ýmsan fíknivanda og það er eitthvað sem að mér finnst mjög spennandi vegna þess að það er áslega lítil svona framþróun kannski í þessum hóp af svona nýju meðferðum. Hins vegar eru þær rannsóknir sem til eru, það eru báðar mjög fáar og mjög fáir í hverri. Oft kannski 10 manns og ekki lyfjaleysa. Þannig að það bara því miður rannsóknir segja okkur eiginlega ekki neitt. Það er ekki öruggar, það er ekki eftir álíkt þannig. En það væri samt mjög spennandi að skoða það og en enn sem komið er eiginlega bara til svona evidence eða svoleiðis í þunglindinu. Og fólk sem er með krabbamein og er að fara að deyja kannski að það eru góða vísbendingar að þetta hjálpi eða ekki. Þetta hefur einmitt verið rannsakað mikið hjá fólki með lógastiskrabbamein. Það er svona 3 stúdíur einmitt. En það kom ekki alveg fram í þessari grein en þegar fólk er að taka svona sveppi og það er að taka eins og segir eitthvað 20 mg sem að mér sýndist það að vera svona 1-2 grömm af sveppum að fara á götunni að þú veist. Einmitt, þeir svolítið eftir örugglega sveppunum, mér skilst að þeir séu frekar sterkir á Íslandi sveppirnir. Þeir eru það. En frekar litlir sem að náttúrulega eykur þá hættuna á að fólk fái svo mikið sem eykur hættuna á að það fái svona ömurlega upplifun. Og þess vegna er ekki sniðugt að gera þetta taka stóra skammta í lélegu umhverfi eins og ég gerði í fyrsta skipti, það var ég bara partí, þú veist. Ekki alveg staðurinn til að prúfa þetta á, myndi ég segja, sko. En þannig að fólk er að taka þessi 20 mg af sæl og sæpin og svo er sálfræðingur með þeim.
og þau eru með bundi fyrir augun og eru að hlusta á tónlist. En hvað er sálfræðingurinn að gera? Hvernig er hann að hjálpa þeim? Sko, það virðist vera, þú veist, það er lyfjafyrirtæki sem er að reyna að selja þetta, eða ætlar að gera það ef þetta gengur eftir, er ekki mikið að deila því hvað þessi sálfræðingur er að gera og hversu mikið þau hittast á eftir og svona, vegna þess að það er hluti af þeirra svona meðferðarpakka. Þau get ekki fengið einkaleyfi á psilocybin, þannig að þau fá einkaleyfi á psilocybin pluss sálfræðimeðferðina. Og þess vegna þau segja man ekki alla söguna. Ég held allavega meðan á vímunu stendur þá er þetta aðalega bara til að vera til staðar. Þannig að ef að manneskja verður mjög hrædd, að bara hjálpa henni að róa sig og svoleiðis. Það er ekki verið að vinna aktíft í þunglindinu þarna. Það er bara verið að passa upp á að þú fáir ekki svona slæma upplifun, held ég, sko. Einhver síðan til að styðja þig að veita þér svona andlegan stuðning. Einmitt. Maður veit einmitt að þegar það er verið að rannsaka MDMA, virkaefnið í e-pillum, þá er meira að vera að vinna með svona andlegu málin, ekki að kvillana eða áfullina eða hvað það er, en það er ekki svoleiðis með sveppina. Ekki svo ég veit til, nei, ég hef ekki heyrt það. Það er meira að fólk er bara að fara í gegnum þessu upplifun og það er einhverjum til staðar. Þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvernig þessi handleiðsla sálfræðingsins lýsir sér, en það virðist kannski vera að þetta séu aðalega bara sveppinir sem eru að hafa þessi áhrif. Allavega þú veist, já, fara þær í meðferðina með psilocybinu, svo koma þær yfir daginn eftir og hitta sálfræðing og er að ræða upplifunina og þá ímynda ég mér að þau séu svolítið að nýta þessa upplifun og nota það í einhvers konar meðferð og síðan hittast þau ykkur skipti og þetta er einmitt allt óljóst til miður í svona rannsóknum en og þá einmitt veit maður auðvitað ekki alveg, þú veist, hvað er psilocybinu og hvað er hinn meðferðin en til þess eru auðvitað lyfleysan. Þá fær fólk 1 milligram sem á ekki að hafa neina áhrif en fær að öðru leyti alveg sömu meðferð og þannig er verið að reyna náttúrulega koma í veg fyrir að þetta sé bara sálfræðis meðferðin sem er að hjálpa. En þetta er einmitt að þú hittir sálfræðinginn og tala við hann og þá væntanlega að tala vandamálin, þunglindið og þannig og svo ferðin í upplifunina og ferðin í upplifunina með því að leiðarljósi að svona díla við þessi mál einhvern veginn og svo tala vel við sálfræðinginn eftir á og unnið úr þessu. Já, það er svona að hljómar eins og það sé svona það sem þau eru helst að gera. En ef þau fá einkaleyfi á handleiðslunni þurfa þau ekki að sýna síðan hvernig handleiðslan þeirra er? Jú. Það kemur ljós þá? Algjörlega. Og þannig að þau byrsta, nú er þau að byrja, eða stefna á að byrja 3. fasa rannsókn sem er svona þá fjölþjóðlegt bara allan heim og stóra rannsóknir. Þá ímynda ég mér að við þurfum að fá ennþá meiri upplýsingar. Þau mér segja eftir að byrta niðurstöðurnar úr þessari fasa 2 rannsókn. Þannig að maður tekur öllu með fyrirvara. En já, ég held að fá meiri upplýsingar bara á næstu árum. Já, þetta er alltaf að gerast núna. Já. Hefur við skoðað líka, er ekki verið að rannsaka LSD og eins og ég myndist á MDMA? Jú. En með LSD-ið eða sýruna, hvað er það helst verið að nota á? Hvers konar geðraskanir? Það sem hefur verið mest svona af því sem ég hef skoðað, verið að skoða LSD og MDMA með PTSD. Það er svona það sem ég hef helst séð. Áfallastreituröskun. Já, og það er ennþá svona, þetta er á mjög miklu svona byrjunarstigi þar. Við erum komið miklu lengra með ketamín og það er lyf sem við erum farin að nota á Íslandi en ekki ég held sem mjög stutt að við komin með LSD og MDMA. Nú ef ég skoða, ég held að það hefur verið kannski svona fyrstu rannsóknirnar sem voru gerðar eftir að bannið var að setja á, eða getur við sagt að það var hægt að rannsaka þetta eins og myndist á. Og ég held að með fyrstu rannsóknum hefur verið að skoða trúarlegar upplifanir. Já. Þú kannast við það? Getur þú lýst þeim fyrir okkur þeim rannsóknum eða hvað þau voru að skoða þar? Það hefur mikið verið svona, fólk er að velta upp, þú veist, hvernig virkar þetta? Og fólk er ósammála og þú veist, í rauninni vitum við bara ekkert og það er mjög algengt með geðlyfin okkar. Við vitum ekki alveg hvernig þau virka. En það er mjög margir sem telja að stór þáttur í verkuninni sé að svona, maður fái eitthvað svona hugljómun og tengist æðri mátt eða eitthvað svoleiðis. Margir verða að trúa þær á eftir sem að áður voru ekki trúa þær. Þannig að það er hálfgerð aukaverkun.
Já, en það verðist svona, fólk talar að við erum öll tengd, þú veist, talar að heimurinn sé, þú veist, góður staður til að vera og við stöndum öll saman og allt þetta. Þannig þau fara bara svona að horfa á heiminn á annan hátt. Og þeir sem að lýsa svona upplifunum svara betur meðferðinni. Já. Og svo veit maður ekki hvað það þýðir, en það bendir til þess náttúrulega að það að upplifa þetta í vímunni sé að hjálpa þeim á eitthvað hátt, sko. Það komum við það bara mjög undarlegri spurningu þetta allt saman af hverju er fólk að fá svona trúarlegar upplifanir af þessum efnum og vitum við eitthvað það. En, þú veist, getur þú sagt okkur hvernig þetta að hafa áhrif á heilann? Já, við vitum ýmislegt og svo vitum við ekkert samt hvað að valda hverju og svona, en ofskynjanirnar sjálfar, við vitum að það langlíklegast vegna örvunar á svokallum serótónín viðtökum og þetta hefur líka áhrif á dópamínkerfið í heilanum og svoleiðis, en við vitum ekki alveg beint svona, þú veist, hvað að valda endilega hugljómun og hverju fá það og hverju ekki. Það fólk fær miklu verri upplifanir ofta ef það ekki öruggu umhverfi. Þá það síður að fara að fá svona hugljómanir og svona meira jákvæðar upplifanir. Við vitum í rauninni ekki einmitt því miður hvað að valda þessu. Og líka ekkert hvernig það ætti að virka þunglindi þannig séð. Þannig að hefur áhrif á serótónín viðtaka og við notum serótónín skyld lyf til að meðhöndla þunglindi í dag. Það hefur líka áhrif á dópamínkerfi heilans sem getur verið að auka vellíðan og gleði þannig. Og svo talað að jafnvel að sé einhverja brautir í heilanum sem eru til staðar sem virkjast við að taka psilocybin, sem voru bara svona ekki í notkun, en allt í einu bara tengjast ýmis heila svæði saman sem áður voru ekki að starfa saman, sko. Þetta ekki svipað með áhrifin sem sjást af hugleiðslu, að fólk sem hugleiða mikið það nær kannski að brjóta sig út úr þessu sem er kallað default mode network, ég kann ekki alveg þýða á íslensku, en þá að vera að eiga við bara hvernig heiliðin virkar svona alltjent daglega, og þú kannski festist í einhverjum formum, hvað það með, þú veist, geðröskun og svo bæði með þessum hugbreytandi efnum og með hugleiðslu, þá er það einhvern veginn að brjóta upp á þetta fasta form sem hefur verið áður. Einmitt, maður getur alveg vel ímyndað að sé eitthvað svoleiðis. Þetta eins og með rafmeðferð, þegar maður fer þá svona talað að jafnvel maður sé svona að rístarta einhvern veginn heilastarfseminni. Við vitum ekkert heldur hvernig það virkar. En einmitt, og þá akkurat svolítið þetta, þú veist, erum við ekki bara aðeins að rista til í þessu og bara stoppa þessa truflun sem að eiga sér stað, hver sem hún sko. Þetta einmitt mjög undarlegt. Ég fór eiginlega í sálfræði til þess að reyna að fá ykkur svör við þessum spurningum. Hvað getur útskýrt þessar upplöðanir? Það bara, fekk enga útskýringu sem meikar mikið sens, af því að það bara einmitt heilabóðefnin gera þetta og svo voru þessi efni að setjast á einhverjum svona viðtaka fyrir þessi heilabóðefni og það fram eftir göttunum. En heldur það séu mörg ár þangað til að svona meðferð gegn þunglindi eða gegn kvíða með sveppum verði aðgengilega á Íslandi? Þetta náttúrulega alltaf eitthvað ferli. Það fer líka eftir hversu vel gengur fyrir þau að fá leyfi út allt, því að þetta náttúrulega ólöglegt efni og þau eru að tala að gera þetta, þú veist, alþjóðlega. Þannig að ég held að þetta gæti orðið svona erfitt og tekið kannski smá tíma í svona öllum þessum svona umsóknarferlum sem taka rosalega langan tíma. Og síðan þurfa þær að vera aðeins lengri þessar fasa 3 rannsóknir. Þannig að það erfitt að segja til að það nú allavega einhver ár held ég, sko. Já, þetta allavega ekkert að fara að gerast á næstunni, sko. Og það svona auðvitað hljómar það leiðilega, en maður verður bara að vera að viss þetta sé ekki að fara að skaða fólk áðunum fyrir maður nota það. Því að þessi efni geta klárlega að skaða fólk, en það ekki? Algjörlega, og það vel þekkt að þetta geti ýtt undir geðrof og jafnvel þetta eykur líkur á að þróa þessi geðklofa og það svona ákveðnir hópar mjög viðkvæmir fyrir og það svona ef þetta ekki gert í svona stöðlu umhverfi, það líka hægt á kannski einstaklingar sem eiga ekki að fá þetta, sé að fá það. Þú veist, þess að fólk með geðhvarfasýki, fólk með geðklofa, þau eru mikilli hættu á að fá geðrof við notkun þessara sveppa. En er eitthvað sem bendir til þess að fólk sé að þróa með sér einhvers konar geðsjúkdóm út af notkun?
Eða það frekar að það hefur verið að íta undir eitthvað sem var áður til staðar? Einmitt, það er alltaf erfitt að segja til það, þetta sama með einmitt kannabis og svona, en það að minnstakosti þannig að þeir eru, ef þeir voru með tilhneigingu þá þeir búin að íta sér svolítið í þá átt með því að nota, og því miður oft veit maður ekki, þú veist, hvort þetta sé maður sjálfur fyrir en að það gerist. Þannig að þú veist, maður þarf alltaf að vera varkár bara. Erfitt að aðgreina þetta. Já. En ertu með ykkur, svona áður við klárum ertu með ykkur ráð fyrir fólk sem kannski að fara að prófa þetta? Ég meina maður stjórnar ekki fólki og það mikill áhugi fyrir þessu og núna sérstaklega þetta í umræðinni. Þá býst maður við að fleira fólk pröfi og það búið að vera bara síðust ár. Er ykkur ráð fyrir slíkt fólk? Já, sko, ég mjög mikið fyrir skaðaminnkandi úrræði og allt það. En ég get ekki sem læknir farið að mæla með ykkur varðandi þess að ég bara því miður mæli gegn því vegna þess að við vitum ekki hvað er mikið magna af psilocybin í þessu. Ég hef oft fengið sjúklinga sem eru mjög veikir af þessu. Þannig að frekar koma til okkar og fá eitthvað meðferð sem við þekkjum betur og er svona öruggari. Þetta nefnilega getur verið hræðileg upplifun ef þetta er gert rangt. Það byrja að varast. Íðum aðeins með þetta. Ég held það. Heyrðu, þetta var mjög áhugavert. Takk kærlega fyrir og bara vonandi ganga rannsóknina vel og þetta verður fljótt farið að hjálpa fólki að kljást við andlegu vandamálin. Já, ekki spurning. Og þið áhorfendur góðir, takk kærlega fyrir að fylgjast með. Við sjáumst aftur á morgun og ég minni ykkur á að þið getið styrkt samstöðuna en á Alþýðufélaginu og fylgst með dagskráni á Facebook síðan okkar og á YouTube. Endilega subscribe-ið á YouTube líka ef þið eru ekki búin að því og við sjáumst aftur á morgun klukkan 8. Góða nótt.